Ég sé Joe, þegar maður dettur í hug Joe, þá kemur upp reikningavers, því að Joe og Ester eru svo rosalega samrýnd. Ég skrifaði þetta ekki hjá mér, þetta var bara að koma núna. Þetta er í Predikaranum og þetta er í 9. kafla og vers 9. Joe, þetta er fyrir þig. Ecclesiastic. Það er núna svona. Njótu lífsins, Joe, með þeirri konu sem þú elskar alla daga þíns fánýta lífs, sem hann hefur gefið þér undir sólinni alla þína fánýtu daga. Því það er hlutdeild þín í lífinu og það sem þú fær fyrir strit þitt sem þú streitist við undir sólinni. Þetta var handa þér, Joe. Þetta var Predikarinn Ecclesiastic, númer 9. 9. Var þetta ekki gott hjá mér, Joe? Við skulum skella okkur í Kólussubréfið, 3. kafla og vers 17. Þetta er eitthvað sem að Guð hefur verið að tala til mín. Og það segir, hvað sem þið gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins, Jesú, og þakki Guði Föður fyrir hann. Eitt af því sem ég er komist að er það að allir þeir sem eru endurfæddir og eru Guðs börn, þeir hafa heilagan anda í sér. Og það sem að líkami okkar er bústaður heilags anda, þannig að ef ég og þið, ef við erum endurfædd, blóðþvegin Guðs fólk og við höfum heilan anda í líkama okkar, ættum við þá ekki að hugsa okkur tvisvar eða jafnvel þrisvar, kannski oftar, yfir því hvað við erum að gera og hvað við erum að segja. Sjáðu til, heilagur andi sem í okkur er, hann sér allt og hann fylgist með öllu því sem við erum að gera. Þannig að ef ég til dæmis vil þóknast Guði, þá ætti ég aðeins að segja og gera það sem að blessar nafn Jesú, blessar heilagan anda og upphefur nafn Jesú Krist, sonar Guðs. Þannig að Guð hefur verið að tala til mín og segja við mig að ég ætti að fara að taka mig í gegn. Ég þarf að komast inn í svona guðræknisanda og ég á undir einhverjum kringumstæðum að vera að hryggja heilagan anda. Heilagur andi sem býr í mér, hann sér allt sem ég er að gera. Það sem ég sé, það sér hann. Það sem ég geri, þá er hann orðinn þáttakandi í því sem ég er að gera. Og eins og segir í Kólussubréfinu 3:16, hvað sem þér gjörið í orði eða verki. Og þegar ég var að lesa þetta, þegar Guð var að sýna mér þetta, þá kom svona, öll þau orð sem ég hef verið að tala, öll verk, allt er undir smjásjánni. Bókstaflega allt. Jesús Kristus segir í Mattheusar Guðspjalli, 12. kafla, í versi 36-37, þá segir Jesús að hvert einasta ónytju orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því ef orðum þínum myndu signaðar og orðum þínum myndu sakfelldu verða. Þið vitið, þegar við förum heim til Drottins, þá komum við fram fyrir dómarasæti Jesú Krists. Er það ekki allir með það á hreinu? Þar verður okkur gefin verðlaun eða ekki. Og það sem að Guð er raun og vera að segja við mig núna er það, ef að ég, Aðalbjörn, hef mælt einhver ónýtju orð eða gert eitthvað sem er
ekki Guði þóknanlegt, þá segir Guð við mig núna, gerðu iðrun. Vegna þess að ef þú gerir ekki iðrun, þá þarf þú að svara fyrir þetta frammi fyrir hásæti Jesú Krist. Ég ekki að tala hvíta hásætið, þar sem að allir endurfæddir koma fram, allir þeir sem að trúa ekki koma fram fyrir. Ég að tala þetta hásæti sem Jesús Kristur með, þar sem að hann útdeilir gjöfum. Sumir fá gjafir, sumir fá ekkert. Þeir hafa ekki gert neitt með orðið. Þeir eru frelsaðir en þeir fá ekkert. Þannig að Guð að segja að við þurfum að vanda okkur hvað við erum að segja, hvað við erum að gera. Við verðum að vera varkár í því hvernig við tölum, hvað við segjum, vegna þess að öll orð okkar hafa áhrif á heilagan anda. Sumt sem við erum að segja, sem ekki til að upphefja orð Guðs, ekki til að upphefja Jesú, þau orð hryggja heilagan anda. Og Guð vill ekki að við séum á þeim stað að við séum að tala ósæmilega eða spé við hvort annað eða við þá sem að standa fyrir utan söfniðin. Við eigum í raun og veru að upphefja nafn Jesú Krist, eins og segir í Kólossabréfinu 3:17. Hvað sem þið gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins Jesús. Þetta eitthvað það sem að mér finnst rosalega erfitt, því að ég svolítið svona orðkvatur, ég á til að tala áður en ég hugsa, stundum koma út mér ósæmileg orð, eitthvað sem að ætti ekki að vera. Stundum þegar ég er búin að segja orðin, þá langar mér kannski til að bíta í tunguna. Þetta var ekki það sem ég ætlaði að segja, en þetta kom frá mér. Vitið þið, ég get ekki kennt neinum ég get ekki kennt djöflunum þetta. Þetta kom ekki frá honum, þetta kom frá sjálfum mér. Hins vegar getur óvinnurinn komið því þannig til leiðar að ég fer inn í þessar aðstæður að ég byrja að tala svona. En þetta hefur ekkert með hann að gera því hann hefur ekkert valdið yfir mér. En hann getur platað mig til þess að fara út í þessa aðstæður. Það er það sem mér finnst svo ömurlegt. Páll talar líka þetta í Efésubréfinu, 4. kafla og vers 29. Þá segir Páll: látið ekkert skaðlegt orð líða yður að munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist til þess að það verði til góðs þeim heyra. Og vers 30, þar talar að hryggja ekki Guðs heilaga anda. Þau verk sem gætu hryggt heilagan anda eru til dæmis þegar við erum að horfa á eitthvað í sjónvarpinu sem upphefur ekki nafn Guðs, eitthvað sem ofbeldisfullt, vegna þess að þegar ég að horfa á sjónvarpið, þá heilagur andi sem inn í mér, hann að horfa á þetta líka. Þetta hryggir hann. Ég man eftir því, við fórum kirkjan einu sinni í bíó, fórum að sjá bíómyndina Passion of the Christ. Og það voru 2 menn hérna í söfniðinum, annaðir farin heim. Þeir hefðu ekki farið í bíó kannski í mannsaldur. Og ég sagði við þann eldri, veistu, það eru komna talmyndir núna í bíó. Og við hinn yngri, það eru komna litmyndir. Þetta voru menn sem fóru ekki í bíó vegna þess að þeir vildi ekki hryggja heilagan anda. Vitið, á tímum frumkirkjunar þá fóru menn ekki í leikhúsin vegna þess að þar var ekkert nema ofbeldi, menn fóru heldur ekki í baðhúsin vegna þess að þar var alls konar sörlifnaður. Þeir héldu sig frá þessu vegna þess að þeir vildu ekki hryggja heilagan anda. Hins vegar, hvað við að horfa á í sjónvarpinu? Er það eitthvað sem að lyftir nafni Jesú upp eða er það eitthvað sem að gleður okkur? Er það eitthvað sem getur hryggt heilagan anda?
Þetta er það sem ég hef verið að velta fyrir mér og ég er svo hamingjusamur að konan mín, hún hefur engan áhuga á að horfa á sjónvarp, hún hefur engan áhuga á að horfa á bíómyndir. Hún hefur bara önnur áhugamál. Hún er ekkert á þessum stað. Og svo líka þá konan mín, hún er ekkert ósvipuð eins og konan hans Kidda. Hún er ofta að leiðrétta mig. Ég held að Kiddi hafi einhvern tíma sagt sögu, það getur vel verið mig misminnir að Kiddi, hann var inn í herbygginu sína, hann var að biðja í myrkri og hann heyrir að það er einhver að leiðrétta hann og hann segir, er þetta þú Guð? Og það var sagt, nei, þetta er ég, kona þín. Allavega, það er gott að eiga konu sem leiðrétti mann vegna þess að við karlmenn, við erum svo rosalega brothættir og kunnum ekki fótum okkar forráð. En allt sem ekki uppfyllir Jesú, það hryggir Guð. Til dæmis, við erum mörg okkar sem að höfum og eigum tölvur, eða kannski síma. Hvað erum við að horfa á internetinu? Er það eitthvað sem að við skömmumst okkar fyrir? Er það eitthvað sem að engin annar má vita af? Hvað erum við að horfa á? Hvað erum við að hlusta á? Hvernig bækur erum við að lesa? Hvað erum við að gera? Erum við að fylla okkur sjálf að heilugum anda? Erum við að uppfylla þarfir okkar? Eða erum við bara að fylla okkur af einhverjum óþverra? Og þið vitið, heilar andi sem er inn í mér, hann er að horfa á þetta. Ég get ekkert slökkt á honum. Hann fylgist með því sem ég er að gera. Þannig að við þurfum að átta okkur á því að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þannig að það er ekkert sniðugt að fara í bíó því að það er svo mikið af dónamyndum og dónaauglýsingum. Það er heldur ekkert sniðugt að vera alltaf að glóna á sjónvarpið. Ekki heldur alltaf að vera í tölvuleikjum. Því að eins og ég segi heilar andi, hann sér þetta. Þá bara spurningin, er Guðsnafn upphafið eða er verið að lasta Guðsnafn? Ef það er eitthvað sem mig langar til að gera og það upphefur ekki nafn Jesú Krist, þá ætti ég ekki að gera það. Guð segir þetta bara við mig. Ekki gera þetta. En vitið, það er til fólk og einu sinni var ég á þeim stað að ég var búin að herða hjarta mitt. Þið vitið, menn sem að vinna með höndunum, þau fá sigg á hendurnar sínar. Og þegar komið með mikið sigg á hendurnar eftir mikla erfiðisvinnu, þá er eins og þú finnur ekki þó að eitthvað stingist í hendurnar því að siggið er orðið svo þykkt. Og það er eins með sumt fólk að hjarta þeirra, það er eins og sé komið svona þykkt og mikið sigg. Þeir finna ekki þegar heilar andi byrjar að tala til þeirra. Þeir finna ekki þegar samviskan byrjar að tala til þeirra. Þeir eru algjörlega steinrunnir. Þeir eru komið með steinhjarta. En það er alltaf til lausn. Guð, hann fer ekki í manngreinarálit. Hann hefur alltaf eitthvað til þess að tala við viðkomandi og hann segir líka í orðið sínu að hann hefur ekki þóknun á dauða nokkurs manns. Hann vill að allir komist til þekkingar á Jesú Kristi og að allir frelsist. Og ekki segja við mig að þessi maður er svo vondur, hann getur ekki frelsast. Skulum bara skoða hvernig Páll postuli var. Hann segir sjálfur að hann hafi verið fremstur í glæpaverkum. Hann var morðingi. Hann ofsótti kristnu söfniðin. En hann frelsaðist. Og hann segir sjálfur að ættmenn hans sem að koma undan honum inn í söfniðin, þeir hafa verið að biðja fyrir honum. Þannig það er ekkert ómögulegt fyrir Guð. Guð getur hjálpað öllum til þess að komast til trúar og hann getur komið því til leiðar að menn geri iðrin og snúi frá sínum vonda vegi. Ég þykist vita líka að einhver hér inni, fyrir utan mig, hefur tekið þátt í svona athöfnum sem að hryggja heilagan anda og sumir, eins og ég sagði, hafa jafnvel hert hjarta sitt svo að samviskan og rödd heilags anda næri ekki í gegn og það var aðeins eitt í boði og það er að gera iðrun. Vitið þið, Jóhannes skírari, hann sagði í Mattheus 3:2 að himnaríki sé í nánd og við ættum að gera iðrun.
Himnaríkið hið innra í okkur, sagði Kristinn daginn. Það ekki einhvers staðar fyrir utan, það hið innra. Ef þú ert endurfæddur, þvegin í blóði Jesú Krist, þá himnaríkið hið innra með þér. Iðrun þýðir í raun og veru að snúa frá hinum vonda vegi og vera áhugasamur í að fylgja Jesú Kristi. Iðrunin róttæk breyting á hugafari. Vitið þið vinir, Pétur Póstuli, hann segir í Póstulasögunni, 21. kafla og vers 38, öðrum kafla og vers 38, þegar hann var nýbúinn að predika á hvítasunnudegi, þá segir hann við fólkið: gjörið iðrun og látið skýrast hver á einn í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þannig að við sjáum, þegar við erum búin að taka á móti þessari gjöf að frelsast, þá þurfum við að taka niðurdýfingaskírn og síðan fáum við að gjöf heilagan anda. Þannig virkar þetta. Ef við skoðum Hebreabréfið, 7. kafla og vers 24-28. En þar segir: en hann að eilífu, og það verið að tala um Jesú, og hefur prestdóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Slík aðstaprest höfum við þörf, sem heilagur, svikalaus, óflekkuður, greindur frá syndurum og orðinn himnunum herri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin synd, síðan fyrir syndi lífsins. Það gjörði hann í eitt skipti fyrir öll, hann fórnfærði sjálfum sér. Lögmálið skipar menn æðstu presta sem veikleika háðir, en eiðurinn kom á eftir lögmálinu skipar son fullkominn gjörðan að eilífu. Ég skrifa hérna hjá mér að Jesús sá eini sem getur frelsað okkur frá syndunum og helvíti. Já, ég trúi því ef að menn ekki frelsaðir að fara til helvítis. Og ég trúi því ekki að Guð sé að senda neitt til helvítis, þú gerir það sjálfur. Eins og ég sagði, að orðum þínum myndu signa verða og orðum þínum myndu dæmdu verða. Það þínar gjörðir, hvernig hvað þú gerir og hvað þú ert að segja, það þitt að velja vegna þess að Guð segir við okkur: ég set fyrir okkur 2 vegi, veg lífsins og veg dauðans. Veljið veg lífsins, veljið lífið. Og Jesús Kristur lífið. Jesús Kristur, hann biður fyrir okkur, hann án bletts, svikalaus, það engin synd í honum, og hann konungur konunga. Hann drottinn drottna og æðsti prestur okkar. Og Jesús, hann biður eftir því að við komum auðmjúk í nærveru hans með þarfir og þrár okkar. Í opinberun Jóhannesar, skulum fara þar í 1. kaflan, í versi 14, ég ætla að byrja þar. Þar segir Jóhannes á Patmos, eyjunni Patmos, bara svo þið vitið að Jóhannes hann var í Efesus, þar var keisari sem hét Dómikan. Hann setti upp stóra styttu af sér allt Rómaríki og hann skipaði mönnum að hneigja sig fyrir þessari styttu. Þetta eins og svipað hjá í Danielsbók. En Jóhannes hann neitaði. Og að því að Jóhannes var póstil og svolítið mikið virtur í Efesus og í litlu Asíu, þá var hann tekinn til Rómar og þar var hann dæmdur til dauða. Og þeir ætluðu að dæma hann til dauða þannig að það átti að djúpsteikja hann í olíu. Hann var settur á stól og svo átti bara að fara svona hægt og rólega niður. En það sem gerðist var það að hann lifði þetta af. Og þessi keisari honum
brá svo mikið að hann dæmdi hann til útlegðar á eyjuna Patmos. Og eyjunni Patmos voru óbótamenn og þeir voru hafðir í námugreftri og þar sem var aðeins ein vasslind, þá höfðu óbótamennirnir aðgang að vasslindinni og þeir sem voru ofinir ríkisins eins og Jóhannes, þeir voru látnir bara á eyjuna að því að þeir myndu deyja eftir smástund vegna þess að það var ekkert vatn fyrir þá að hafa. Þannig að Jóhannes, hann á eyjunni, hann reyndar inn í helli þegar hann fær þessa sjón eða þessa opinberun og hann segir í versi 14 höfuð hans, hann að tala Jésu og hár var hvít eins og hvít ull eins og mjöll og augun hans voru eins og eldslogi. Langar að við einbeitum okkur aðeins á augunum. Það ekki verið að segja að augun hans hafi verið eldslogi, heldur voru þau eins og eldslogi. Ef þið hafi einhvern tímann hort inn í eld, þá vitið þið að þegar maður horfir svolítið lengi inn í eldin, þá eins og maður svona dofni, maður eins og maður dáleiðist og maður getur starað inn í eldin. Þannig var þetta þegar Jóhannes horfði inn í augun á honum. Hann horfði þannig inn í augun á honum. En vitið þið, Jesús kom þarna í tvennum tilgangi. Hann kom sem drottna og konunga með dóm, en hann kom líka sem æðstiprestur. Hann kom líka þarna fram sem æðstiprestur til þess að fyrirgefa syndir okkar. Þannig þið sjáuð að eldur í Biblíunni, hann merkir hreinsun, eitthvað sem heilagt, einnig sem dómur. Þannig að Jesús, hann vill ekki dæma okkur, hann vill auðsýna okkur miskunn. Og ef þið lesið áfram kirkjurnar 7, þá Jesús að segja við þá að þið að gera iðrun, gerið iðrun. Vitið þið í Efesus, í Póstólafssögunni þegar fólk í Efesus frelsaðist, að þá byrjuðu þeir að taka galdrabækurnar sína, þeir brenndu galdrabækurnar sínar. Þau voru svo brennandi í trúnni fyrir Jesú. En þarna mörgum árin seinna, þá Jesús segja við þá í Efesus, það hef ég á móti ykkur, að þið hafið fallið frá ykkar fyrri kærleika. Þau voru svo uppteknir í Efesus við að athuga hvort að menn sem voru að koma, hvort að þau væru sannir postular eða ekki, þeir voru að þjálfa leiðtoga, þeir voru að stofna nýjar kirkjur, það var svo mikið að gera og þeir byrjuðu að brenna upp. Þeir höfðu ekki lengur áhuga á Jesú, það var svo mikið að gera. Það ákvæmt þetta sem Guð vill ekki. Þetta ákvæmt það sem að Guð, trú ég, að segja við mig, hvar þinn fyrri kærleikur? Hvað þú að horfa á, Aðalbjörn? Hvað þú að gera? Gerðu iðrun, snúðu tilbaka, vertu eins og þú varst áður. Þannig ég segi, Jesús, hann vill ekki dæma okkur, hann vill auðsýna okkur miskunn, þess vegna höfum við heilan anda inn í okkur og við höfum að hlusta þá sem að andinn hefur að segja okkur. Og Jesús sem konungur og æðstiprestur, þá hefur hann allan rétt á að vara okkur við og uppbóra okkur í þrengingum. Vitið þið, Jesús sagði að við myndum hafa þrenging í þessum heimi. Þannig að það ætti ekki að koma okkur á óvart þó að sé að vera að ofsækja kristna menn því hann sagði þetta mun gerast. En hann segir, hafið ekki áhyggjur, ég hef sigrað allt. Þannig við ættum ekki að vera í einhverju áhyggjum. Vitið það segir, fullkomin elskar rekur út óttann. Og til þess að athuga hversu mikil elskað þín það getur að athuga sjálfur hið innra með þér, hvað það sem þú óttast? Ef þú óttast ekkert, þá elskað þín fullkomin. Vegna þess að sá sem trúfast og alltaf í Jesú, hann þarf ekki að óttast. Hugsið ykkur Snorra í Betel. Það var allir gegn honum.
meiri sé að kirkjurnar voru á mótanum. Hann stóð þetta allt af sér. Vitið út af hverju? Það er vegna svo Snorri Betel, hann er ekki að fara í málamiðlanir með orð Guðs. Biblían segir, kynvilla er synd. Hann er ekki að fara í málamiðlanir með það. Hann segir bara það sama og Guð. Og vitið á grísku heitir það homologia. Vegna svo homo þýð sama og logia þýðir orð, þannig hann er að segja það sama og Guð. En vitið þið, það er margir sem að vilja fara í málamiðlanir með orð Guðs. Segja þetta sé allt í lagi og hitt sé allt í lagi. Það er allt í lagi að hleypa samkynhneigðum hérna upp til þess að syngja, því þeir syngja svo vel. Það er allt í lagi þó við séu hérna þjóna. Ég meina, Guð elskar alla og allt svoleiðis. Það er bara akkurat það sem að Guð vill ekki. Hann vill að við séum aðskilin frá hinum vonda. Og ég get alveg sagt ykkur það að samkynhneigð er synd. Þetta er ekki sjúkdómur, þetta er synd og það er hægt að losna frá þessu. Þetta er akkurat það sem að Guð er að tala við þá, þið hafið fallið frá ykkar fyrri kærleika, vegna þess að ef við erum að segja við fólk að þetta og hitt sé allt í lagi, Guð sé alveg sama því að Guð er kærleikur, þá erum við að skrökva fólki, vegna þess að þetta er ekki kærleikur. Við megum ekki undir neinum kringumstæðum fara í málamiðlanir með orð Guðs. Því þá þurfum við að svara til saka á degi dómsins. Akkur fórst ekki eftir því sem Guð segir. En svo eru sumir sem eru svo hræddir við fólk. Ég meina, ég er hræddur við hvað myndi fólk segja við mig. Kannski missi ég vinnuna. Og hvað með það? Snorri missti vinnuna. En hann sigraði samt. Guð er að upphefja hann því hann upphefur nafn Guðs. Er betra að vera eins og sumir sem að voru hræddir við farisegan og gyðingana og vildu freka fá heiðu manna. Er ekki betur að fá heiðu Guðs? Er það ekki mikið betra? Þannig að við eigum að hlusta á það sem að Jesús er að segja og heilagur andi er að segja og hann kemur sem konungur og æðsti prestur og Jesús sem segja hefur allan rétt á að vara okkur og uppborga okkur við og hann hefur allan rétt á að segja við okkur að við séum ekki á réttum stað. Og eldurinn, skrifa ég hér, var og er undir okkur kominn. Er eldurinn sem að Jesús kemur með, er hann til að hreinsa okkur eða er hann til þess að dæma okkur? Þið veitir, það er til eitthvað sem heitir vítiseldur. Jesús er sá sem að kemur og skýrur okkur með heilugum anda á eldi. Eldurinn hreinsar, að hann getur líka verið refsing. Þannig að við ættum að skoða sálu okkar, hvar við stöndum, hvar eru við gagnvart Jesú Kristi? Hvar eru við? Erum við á réttum stað? Þurfum við að gera iðrun eða erum við á réttum stað? Þegar við komum fram fyrir Jesú Krist á degi dómsins sem hann er með, þurfum við að svara fyrir einhver ónýtju orð eða getum við staðið keik fram fyrir honum og sagt, ég gerði það sem að þú baðst mig um. Og mun hann þá segja við þig, gott þú trúi og góði þjónn, far þú inn, kom þú inn. Mun hann segja þetta við okkur. Að endingu, þá ætlum ég að fara að biðja litla stutta bæn. Drottinn Guð, kannski þið geta haft þetta bara eftir mér. Drottinn Guð, ég kanna núna líf mitt, orð og venjur og athuga hvort að ég hafi blessað heilan anda og Jesú nafn. Hjálpaðu mér að útiloka og fjarlæga allt það sem getur hrygt þig, heilagi Faðir. Fyrirgefðu mér ef ég hef óvirt nafn Jesú og þitt nafn, Faðir. Ég vil ganga þinn veg. Hjálpaðu mér á göngunni, svo ég geti upphafið þig. Í Jesú nafni bið ég. Amen. Takk fyrir.